Hlutverk safna margþætt en eitt þeirra mikilvægast væntanlega að miðla sögunni til nýrra kynslóða. Safnahús Austurlands á Egilsstöðum en vinnur og sinnir öllum fjórðungnum. Mikið kapp lagt á að fræða börn og unglinga. Þetta safn byggt á gömlum grunni. Það má eiginlega segja að upphafi með rekja til ársins 1942 þegar það var haldinn hér fundur í Atlavík þar sem að kom fram þetta sjónarmið að nú þyrfti að fara að safna gripum á Austurlandi og stofna safn því að þarna var náttúrulega nútíminn að hefja innreið sína og menn voru hræddir um að þessi gamla verkþekking og þessi gömlu gripir myndu glatast. Og þá var stofnuð nefnd sem að í voru nokkrir valinkunnir aðilar hérna af Austurlandi eins og Gunnar Gunnarsson og Sigrún Blöndal og fleiri sem að bara biðluðu til almennings um að gefa gripi og að þetta safn stofnað. Þannig að þar hefst söfnunin og síðan það opnað og kemst inn í þetta hús þegar þetta hús tekið í notkun árið 1996 og hér höfum við verið síðan. Og þið hyggið á stækkun? Já, það framundan framkvæmdir við þetta hús. Það sem sagt fyrirhugað að byggja við, klára burst 2 eins og við segjum og það á náttúrulega eftir að opna bara ýmsa möguleika og breyta gríðarlega miklu fyrir starfsemi þessara 3 safna sem hér í húsinu því að við erum náttúrulega ekki ein hér. Hér líka Héraðsskjalasafn Austfirðinga og bókasafn Héraðsbúa og við hlökkum mikið til að koma okkur fyrir í þessari viðbót sem á að rísa hér við húsið. Eitthvað sem einkennir austfirska muni? Já, mörguleyti. Auðvitað þessir margir hlutir eru svipaðir hérna yfir allt landið en við til dæmis hér eigum töluvert mikið af útskurði. Það mjög mikið af skornum gripum sem við eigum sem dæmi. Við eigum náttúrulega töluvert af gripum til dæmis úr hreindýrshorni sem eru kannski ekki mikið af annar staðar þó auðvitað finnist og við erum náttúrulega með sérstaklega sýningu hérna sem við helgum þessum einkennistýrum Austurlands. Ef farið safnahúsið má sjá marga áhugaverða muni en auk hreindýrasýningarinnar forlata baðstofa frá Brekku í Hróarstungu þar sem hægt að setjast inn og anda að sér fortíðinni í rólegheitum. Aðstæða til að vera með svona tímabundnar sýningar og smærri viðburði náttúrulega eitthvað sem okkur kannski svolítið vantar og við vonumst til að verði í þessu nýja rými og þá getum við svona bara að gera ennþá meira svona yfir árið. Í hverju felst helst fræðslan eða sá hluti starfseminnar? Já, við höfum undanfarið ár verið mjög markvisst að byggja upp safnfræðslu minjasafnsins og tengjast skólunum og að bjóða upp á fræðslu fyrir þá og þeir eru mjög duglegir að nýta sér safnið og það sem við höfum upp á að bjóða sem mjög ánægjulegt. Við erum til dæmis í miklu samstarfi við leikskólana hérna, til dæmis Tjarnarskóg á Egilsstöðum. Það einn árgangur sem kemur í 4 heimsóknir til okkur yfir árið þar sem við erum bara svona kynna fyrir þeim þetta fyrirbæri sem safn og hvað maður gerir þar og svoleiðis. Svo höfum við til dæmis verið í góðu samstarfi við menningarhátíð barna og ungmenna á Austurlandi eða BRAS og við höfum verið að bjóða upp á ákveðnar smiðjur fyrir grunnskólana þar. Erum núna til dæmis að bjóða upp á smiðju fyrir yngsta stig þar sem þau fá fræðslu þjóðsögurnar og þjóðsagnarsöfnun Sigfúsar Sigfússonar og Eyvindrá og gera síðan stutta hreyfimynd, svona stop motion mynd upp úr þjóðsögu að eigin vali. Og eins erum við núna með í gangi fræðsluverkefni Valþjófsstaðahurðina sem náttúrulega dýrgripur hérna á svæðinu sem varðveitt á Þjóðminjasafni Íslands og þar tvinnum við fræðsluna saman við skapandi vinnu með þeim Rán Flýenring og Elínu Elísabetu Einarsdóttur listakonum. En svo náttúrulega bara yfir árið erum við alltaf að fá skólahópa, það náttúrulega mikið í kringum jól, í kringum þorran og ýmislegt þannig og þá getum við og bara það hægt að tengja ótrúlegustu hluti við söfnin þegar kennarar að fjalla bara hvað sem þá alltaf hægt að tengja það einhvern veginn við heimsókn og safn. Ég man til dæmis einu sinni þegar ég var nýbyrjuð þá kom kennari sem hafði verið að lesa bókina skósmiðin og álfana með börnunum sínum í byrjandalæsi, kom hingað og fekk bara að skoða alls konar skó, bara fyrir öllum tímum og
útbúna til að búa til skó og eitthvað svoleiðis. Þetta er eitthvað sem mér hefði aldrei dottið í hug en þarna kveikti hún á þessu og það er þess hægt að tvinna þetta saman á alls konar hátt. En hvernig hefur safnið náð að halda í við tækniþróunina? Við náttúrulega eins og flest söfn á Íslandi skráum alla okkar gripi í menningarsögulega gagnasafni SARP. Þar sem er náttúrulega bæði okkar vinnutæki, þar sem við höldum utan öll okkar gögn og síðan líka opin vefur þar sem almenningur getur farið inn og bara flett upp þess og leitað eftir söfnum eða svæðum eða munum. Þar er náttúrulega bara, safnkosturinn aðgengilegur á netinu. Síðan erum við náttúrulega að vinna með bara samfélagsmiðlana, þú veist, að við erum með grip mánaðarins til dæmis, þar sem við kynnum svona einhvern eitt grip á mánuði. Við höfum verið með jóladagatal fyrir jólin, þar sem að opnast svona eitt gluggi á samfélagsmiðlunum á dag fram á jólum og þar inni er einhver gripur sem tengist jólahaldi. Og svo snýst þetta náttúrulega líka bara að vekja athygli á sér, sýna frá því sem er í gangi á söfnunum, hvað er hægt að gera og hvað er í boði hjá okkur. En hver ætli sé allra merkilegasti hlutur safnsins að mati Elsu Guðnýjar? Ekki auðveld spurning þegar svona margt er í boði. Það er eiginlega ekki nokkur leið að gera upp á milli. Mér finnst samt alltaf skemmtilegast að sýna krökkum hlut sem er hérna á sýningunni sem er svona til vitnis hvernig fólk í gamla daga, hvernig það nýtti hlutina miklu betur heldur en við. Þetta er kannski ekki merkilegur hlutur í einhverjum skilningi en hann er merkilegur til að minna okkur á hvað við erum í þessu neyslu samfélagi farin að henda hlutunum leið og þeir verða fyrir einhverjum hjaski, en það er spengd skál sem hafði semst brotnað og svo verið spengd saman aftur og ég veit að það eru svona gripir til á flestum söfnum en það er samt náttúrulega mjög margir sem hafa ekki séð þetta og átt að segja á því hvernig ef skálinn brotnar og þarft ekki hendinni, þú getur bara sett hana saman og nýtt hana í eitthvað eftir það. Og ég held að það sé væri alveg hollt fyrir okkur að læra aðeins af þessum, tileinka okkur þennan hugsunarhátt í nútímanum.